þar sem að borgarstjórn hefur sammælst breytingartillögu og þá tekur borgarstjóri til máls og fer yfir hana. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, í þessu hléi hafa fyrirliggjandi tillögur verið brenndar saman og eru þá svohljóðandi með leyfi forseta. Sinfóníuhljómsveit Íslands gegnir lykilhlutverki í menningar- og tónlistarlífi landsins og eru ríki og Reykjavíkurborg aðalbakhjarlar hljómsveitarinnar. Upphaflega hugmyndin var að fleiri sveitarfélög styrktu einnig starfsemi hljómsveitarinnar, enda starfsemi hennar eða aðdáendahópur alls ekki bundin við borgarmarkið. Borgarstjórn skorar á mennta- og menningarmálaráðherra að vinna því að önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu taki þátt í rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands eins og heimilt í lögum. Takist það ekki því beint til ráðherra að leggja fyrir Alþingi að gera breytingar á lögum nr. 36/1982 með það fyrir augum að endurskoða ákvæðið fjármögnun Sinfóníuhljómsveitar Íslands til að breikka hóp bakhjarla sveitarinnar og skjóta þannig öflugri stoðum undir starfsemi hennar. Borgarstjórn felur borgarstjóra að fylgja málinu eftir. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og lokið við það að gera grein fyrir breytingartillögu undir þessum dagskrárlið. Þið langar með að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal þannig við getum greitt þessu atkvæði. Þá breytingartillagan borin upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana vilja gefa merki að hún telst samþykkt samhljóma. Við förum í 3. mál á dagskrá sem eru